fyrsta örfyrirlestur í vefforritun 1. Við ætlum að leysa eitt lítið verkefni hérna sem rosalega svipað fyrsta dæmatímaverkefninu og ég mæli með því að þið séu búin að kíkja aðeins á fyrsta kaflann í bókinni áður en við byrjum á þessu, aðeins að kynna ykkur HTML. Við ætlum að taka textaskjal sem ég er með, hérna uppskrift, og við ætlum að umbreyta henni yfir eða búa til HTML-skjal sem að svona birtist svona nokkuð eðlilega í Vafra. Ég er sem sagt búin að opna hérna það sem ég gerði, ég bjó bara til nýtt HTML-skjal. Ég ætla nú bara að nota Notepad, þið getið notað hvaða textaeditor sem þið viljið bara, Sublime til dæmis eða Notepad 2 eða hvað sem er. Ég ætla nú bara að nota Notepad. Ég er rauninni bara copy-pastaði textan hérna úr textaskjalinu. Ég ætla að henda þessu inn á MySchool, þessu textaskjali, þannig að þið getið haft þetta svona til hliðsjónar og ef þið viljið herma eftir mér eða gera eins og ég hérna, læri langmest á því. Þannig að ég sem sagt bara copy-pastaði allt úr þessu textaskjali yfir í nýtt skjal sem að hefur endinguna .html og svo opnaði ég það sem sagt í Vafra. Og það lítur svona út. Þetta er ekkert sérstaklega fallegt. En þetta er í rauninni bara eins og þetta á að vera, þar sem við erum ekki búin að setja inn HTML-tög hérna inn ennþá og Vafrar birta HTML í rauninni bara á þennan hátt ef engin eru tögin. Öll línubil, málsgreinar og slíkt, það er rauninni bara svona kollapsast, það fellur saman niður í ekki neitt og þess vegna lúkkar þetta svona. Það sem við ætlum að byrja á því að gera núna, ég ætla bara að byrja á þessu, er að ég ætla að henda inn hérna doctype efst í skjalið. Og doctype er rauninni notað til þess að skilgreina eða segja Vafranum hvers konar skjal hann er að fara að fá að sjá. Það eru til alls konar doctype. Ég ætla svo sem ekki að fjalla neitt sérstaklega þau, nema við ætlum að nota HTML5 doctypeið núna í þessu verkefni sem og líklega flestum sem við munum gera. Þetta er svona það sem fólk notar í dag. Og doctype-tagið, það er svona. Það byrjar á goggi eins og önnur HTML-tök, svo kemur upprópunamerki, svo doctype með stórum stöðum, bil og svo HTML og svo lokast goggurinn. Þetta er í rauninni HTML5 doctypeið, mjög einfalt. Með við gömlu doctypin, ef þið hafið áhuga að skoða hvernig þau lít út. Heyrðu, svo er það hérna HTML-tagið sjálft. Þetta afmarkar HTML-skjöl og í hverju einasta HTML-skjali, þar sem það á að vera eitthvað vit í því, þá þarf að vera eitt HTML-tag. Og svo endar það hérna neðst. Og við gerum bara svona. Svo kemur head-tagið. Það er ágætt að venja sig á að draga inn kóðan, gerir hann svona aðeins læsilegri. Þannig að tök sem eru inn í hvort öðru, þá indenta maður allavega eitt tab eða línubil fyrir þá sem vilja nota, stafabil, fyrir þá sem vilja nota stafabilin. Það sem er svona almenna reglan er svo að það sem er inn í head-taginu, það birtir Vafrinn ekki. Og þetta er notað til þess að geyma svona upplýsingar skjalið, eins og til dæmis titilinn sem er akkurat það sem ég ætla að setja hér. Það búið til hérna title tag. Annað sem er inn í head eru til dæmis metatök svokölluð sem eru þá eins og keywords og description sem er notað eða var notað af leitavélum og er líklega eitthvað ennþá. Facebook Open Graph tök sem Facebook notar. Við munum mögulega fjalla það kannski eitthvað síðar. Og svo þegar maður er að tengja til dæmis JavaScript eða CSS-skrár við HTML-skjalið, að þá er það oft gert inn í head-taginu þó það megi nú gera það í rauninni hvar sem er. Svo er náttúrulega ýmislegt annað sem getur verið inn í head, þannig ég ætla svo sem ekki að tala neitt meira hér og nú. Nú titillinn á skjalinu, það sem er inn í title attributinu, það er í rauninni það sem Vafrinn birtir hér í tabinum. Hérna eða svoleiðis, eða í bara adress, eða hérna, hvað maður að kalla þetta, bara hérna upp í glugganum og eins ef það er bookmarkið, þá er titillinn það sem þá fær bookmarkið sama nafn og titillinn á síðunni og svo náttúrulega í leitaniðurstöðum eins og Google að þá er það titillinn á síðunni sem birtist þar sem fyrirsögn. Þannig að það er mikilvægt að velja góðan titill. Ég ætla bara að taka fyrstu línuna hérna í skjalinu, líst ágætlega á hana, henda henni hérna sem titill.
Næsta sem á að vera inn í hverju einasta HTML-skjali kemur oftast strax á eftir head body. Maðurinn birtir ekki það sem inn í head, eins og ég sagði áðan, en hann aftur á móti birtir allt sem inn í body. Body fyrir í rauninni sýnilega hluta skjalsins. Þess vegna ætla ég að henda body-taginu hérna bara utan allan textan, allt innihaldið, og það má bara vera eitt body-tag í hverju skjali. Nú vil ég að vista þetta og endurhlaða hérna á áran og það mun ekkert breytast. Nema að núna birtist titillinn hérna uppi á tabnum. Áðan birtist bara nafnið á skjalinu hérna, Beef Wellington hérna, nú birtist titillinn. Þannig að við höldum áfram. Og við ætlum að í rauninni eingöngu að setja inn svona grunn HTML-tök, við erum ekki að fara að pæla í útliti, við ætlum að nota svona merkingabær eða semantic tök, þar að segja, við ætlum að nota fyrirsagnir til þess að lýsa fyrirsögnum, við ætlum að setja annan texta bara í málsgreinar, eða sem nota paragraf eða p-tagið, og við ætlum að nota sem sagt listatögin, ul og ól og það allt saman fyrir lista og svo framvegis. Allavega byrjum hérna á fyrirsögn. Þetta fyrsta fyrirsögnin í skjalinu. Svona myndi make a sense að hafa það sem H1. Fyrirsögnir eru sem sagt H1, H2, H3, H4, H5 og H6 og þetta eru svona, já, þetta ekkert ósvipað bara í Word, þar sem það eru með heading 1, 2, 3 og svo framvegis. Og hérna, það eru svona ákveðnar reglur sem gilda notkun á headings. Maður á að hafa þeir í réttri röð. Það til dæmis ekki rétt að byrja skjal á heading 2 eða 3. Það ætti að byrja á H1. Undir, svo mætti koma H2. Og það geta verið mörg H2 samhliða. Til dæmis ef þetta eru einhverjir undirkaflar. Það getur verið fyrsti undirkaflinn verið með H2, næsti með H2, þar næsti með H2 og svo framvegis. En aftur á móti ef við erum með einhvern undirkafla undirkafla, að þá myndu þið nota H3, þannig að þetta virkar svona, maður nestar þetta svona eins og tré hálfpartinn. Þannig að nú er spurning með þetta hérna fyrir cirka 4. Auðvitað mætti taka þetta bara á hendi þessu inn í þessa hérna fyrirsögn. En það sem ég er að spá í að gera, ég er að spá í að henda þessu bara hérna sem H2. Ekkert endilega hárrétt að gera þetta svona, en svo sem ekkert rangt heldur. Nú vil ég að vista skjalið og sjá hvað gerist. Nú sjáum við að þetta er orðin hérna risastór fyrirsögn, H1, þessi hérna H2 er lítið smærri. Og þetta er í rauninni bara svona default birtingin í vafranum. Allir vafrar hafa einhverja default birtingu á öllum þessum standard HTML-hljóðum og þeir eru svona nokkuð svipaðir hvað þetta varðar. Headings eru einfallega bold og stærri og fá svona margin og padding í kringu sig. Og þær eru náttúrulega misstórar eins og ég sést hérna. Heyrðu, þannig að við höldum áfram. Innihald. Ég myndi segja að þetta væri, ég er að spá í að hafa þetta sem heading 3. Það gæti auðvitað alveg verið heading 2 líka, en eins og ég segi það er kannski beinlínis ekkert alveg 100% rétt og rangt í þessu. Þetta mætti aftur á móti helst ekki vera heading 1. Það ætti í raun að vera eitt slíkt per skjal, svona til þess að vera alveg svona samkvæmt bókinni. Heyrðu, endurhlöðum hérna. Og þá er þetta komið svona. Nú næst er það hérna innihaldslistin. Þetta er rauninni listi yfir innihald. Hann er ekki endilega í neittri ákveðinni röð. Þannig að hérna væri rosalega gott að nota til dæmis einhvers konar listatag. Þau eru nokkur í HTML, 3 ef ég maður rétt. Unordered list sem er UL, ordered list sem er OL og svo er til eitthvað sem heitir definition list sem er DL. Í þessu tilfelli myndi passa best að nota bara unordered list sem er UL. Þannig að við búum hérna til UL. Og hérna fyrir neðan listan ætla ég að loka UL taginu snöggvast.
skulum halda okkur við réttan inndrátt á þessu. Og svo það næsta, sem sagt innan lista, þá þarf maður að merkja hver einustu línu, hvert einasta atriði í listanum með LI tagi sem stendur fyrir list item. Það sem sagt svona, þetta fyrsta atriðið, það endar hér, þannig að þá enda ég LI. Sama hér, ég ætla nú bara að flýta fyrir hérna að copy-pasta þetta. Svona, svo þarf maður að muna að loka þessu strangt til tekið þarf þess nú ekki í HTML5 doctype-inu. En því vafrarnir eru mjög svona, hvað maður segja, líbó varðandi svona. En það bara að gera að venja sig á góð vinnubrögð strax. Loka þessu. Og hérna laga inndráttinn og sé eftir því að nota Notepad. Get ekki dregið inn margar línur í einu. En það alltaf leið. Svona, prófum að vista þetta og gáum hvað þetta gefur okkur. Sko, hérna erum við komið með svona fína upptalningu, eða lista sem samt ekki, hann ekki númeraður. Það mitt galdurinn við UL sem unordered list, að default birtingin á honum bara svona bullet og hann táknar í rauninni unordered list, þetta meira heldur en eingöngu útlitið. Ég get auðvitað, það alveg hægt að stýra útlitinu á þessu þannig að það komi eitthvað annað en bulletirna, komi 1, 2, 3, 4, 5, en það bara ekki rétt vegna þess að þetta tag UL hefur ákveðna merkingu, þetta þýðir unordered list. Þannig að það akkurat það sem þetta einhver upptalning sem þarf ekki endilega verið í þessari röð. Heyrðu, svo það aðferðin. Þetta myndi ég segja að sé svona fyrirsögn sem á sama leveli og innihald, þannig ég ætla að hafa þetta líka sem H3. Ok, svo erum við komin inn að aðferðinni, semst aðferðinni sjálfri. Þetta það má líta þetta náttúrulega sem lista, hann númeraður, það þarf að gera þetta í ákveðinni röð. Þannig að hér ætla ég að nota ordered list, eða OL-tæð. Ég ætla að drífa mig bara að henda því hér inn og svo fyrir neðan listan ætla ég að loka OL. Og svo það nákvæmlega eins og unordered list, þar að segja hvert einasta item í listanum merkt með LI. Það verður ekki breyst. Þannig að við bara röppum þessu inn. Hérna eitthvað í sér línu sem við finnst nú kannski ástæðulaust, þannig ég ætla bara að henda þessu hér. Svona. Svona. Og loka svo öllum litugunum eins og áður. Svona. Inndrátturinn góði, skulum ekki copy-pasta þetta bara. Svona. Ok, prófum að vista þetta og kíkjum hvað þetta gerir fyrir okkur. Hérna sjáum við að við erum komið með ordered lista sem með upptalningu, bara sjálfkrafa, 1, 2, 3, 4, 5. Í sömu röð bara og atriðin í rauninni í HTML-skjalinu. Þannig að þessi upptalning sem í skjalinu líka, þið sjáum að þetta kemur tvöfalt, hún þá bara óþarfi. Við skulum bara stróka hann út, enda má segja að hún í rauninni ekki content per se. Atriðin sjálf hér, en það að þetta sé í ordered list tagi færir okkur upptalninguna sjálfkrafa. Það fínt að halda þessu bara svona, við þurfum ekki sjálf að vera að búa til þessa upptalningu. Þetta þýðir líka ef ég myndi gleyma einhverju og ég myndi bæta hérna inn nýju atriði, þá bara lagast listin, ég þarf ekki sjálfur að fara handvirkt í gegnum öll atriðin sem á eftir koma og uppfæra þau. Þetta kom hérna bara inn númer 3. Útrúlega þægilegt. Hendi þessu út aftur. Svona. Nú þetta að fara að lúkka ágætlega. Það samt, þetta ekki alveg tilbúið hjá okkur. Þessi setning hérna, þessi lína, hérna aftasta línan, þetta svona texti sem stendur einn og sér. Þá nú venjan að merkja það sem
paragraf eða málsgrein og það einfaldlega tagið P. Svona. Hvað þetta? Svona. Svo hérna, af því að maður alltaf að geta heimilda, að þá hendi ég þessu inn hérna í ganni og þetta í rauninni önnur málsgrein bara, það má líta á þetta þannig ég ætla að merkja þetta líka með P. Svona, lista. Og það eina sem breytist í rauninni núna að þessi lína hér ætti að poppa hérna niður. Svona. Þannig nú þetta eiginlega bara klárt. Nú þessi uppskrift sem við vorum með á textaformi komin í HTML-form. Þetta svona mjög einfalt HTML5 skjal. Eitt kannski til gamans að við erum með vefslóð hérna inni, eins og þið kannski tókuð eftir. Það væri kannski flott ef það væri hægt að smella á hana. Þannig að maður myndi fara inn á þessa síðu hér. Og þá ætlum við að nota Anchor-tagið, sem nú svona eiginlega grunnurinn bara hreinlega að vefnum. Það einfaldlega þannig. Og það sem sagt A-tagið, Anchor, A fyrir Anchor. Svo loka maður því hér. Textin sem hérna inn á milli, það í rauninni textin sem að birtist, sem afurinn birtir sem fólk getur smellt á. Til þess að stýra hvert fólk fer, þá nota maður href eigindið eða attribútið á þessu tagi. Þá það bara eins og, þetta í rauninni fyrsta svona attribútið sem við notum í þessu skjali. Og kannski ef að þið voru búin að kíkja á bókina, þá vitið það að eigindi taga eru þannig að þau eru sett sem sagt inn í tagið, þá kemur bara bil, nafn á eigindinu, sama sem, gæsalappir og svo gildið. Það þarf ekki að vera með gæsalappir utan öll eigindi. Það misjafnt reyndar eftir hvaða doctype maður að fylgja, en það ágætt að venja sig bara á það að setja öll, svona, hvað maður segja, öll gildi eiginda í gæsalappir. Og ég vil náttúrulega fara á þessa slóð, þannig ég ætla bara að copy-pasta hana. Pasta hana hérna inn í href. Vista. Endurlega og þá sjáum við að þetta orðið myrkur linkur sem ég get smellt á. Færi hérna yfir þessa síðu. Eitt sem ég ætla að gera að lokum, ég ætla að henda mynd af herligheitunum hérna inn, einhvers staðar hérna uppi. Hérna mappan sem ég með skjalið mitt í, skjalið hér. Myndin sem ég ætla að nota, hún hér á sama stað. Þannig að þá mjög auðvelt að búa til vísun. Ég ætla að hafa þetta bara hérna fyrir neðan sem sagt aðal fyrirsagningum 2, en fyrir ofan í rauninni innihaldið sjálft. Þá ætla ég að nota sem sagt image-tagið, EMG. Það með source attribute, eða SRC, sem að í rauninni segir til hvaða myndir verða að vísa í. Svona. Svo lokar maður þessu svona. Og hér setur maður einfaldlega nafnið á myndinni. Af því að myndin og skjalið á sama stað, þá þarf ég eingöngu að setja nafnið á skjalinu sjálfu hérna inn. Mjög einfalt. .jpg. Vista. Opnum við það. Svona, myndin komin. Það eitt sem ég ætla að gera að lokum. Bara svona til þess að doppeltjekka hvort að ég hafi gert einhverjar vitleysur í skjalinu. Ég ætla að nota validatorinn hjá World Wide Web Consortium, eða hvað þeir kalla sig. Hann sem sagt hér, þið getið googlað þetta bara, en annars þetta validator.2x3.org. Hérna hægt að setja inn vefslóð, hérna hægt að hlaða upp skjali, og hér líka hægt að copy-pasta bara inn kóða. Og það svona fljótlegast þar sem að þetta skjal sem við erum að vinna með, það ekki sýnilegt á internetinu. Ég nenni ekki að vera að upplóta þessu, þannig ég ætlum bara að copy-pasta allan kóðan í það. Copy-pasta hann hingað inn. Without check, sjá hvað hann fyrir. Það mun koma ein villa held ég. Já. Það vegna þess að ég með mynd og ég ekki með neitt allt eigindi. Ég veit nú ekki, man ekki hvort að bókin tekur eitthvað sérstaklega á þessu, en þetta svona regla þegar maður með myndir. Alla myndir ætti að vera með þetta svokallaða allt eigindi. Allt, þetta stendur held ég bara fyrir alternate content eða eitthvað svoleiðis. Og þetta í rauninni þá bara einhver texti sem kemur í staðinn fyrir myndina ef að myndin einhver hluta vegna ekki sýnd, ef að hún slóðin á hún brotin eða vafri viðkomandi styður ekki myndir eða
eitthvað slíkt, að þá sem sagt textinn, allt textinn, sá texti sem birtist í staðinn fyrir myndina. Og þetta mjög mikilvægt upp á aðgengismál og leitarvélar. Þannig að þetta bara eitthvað sem maður venur sig á að gera. Í hvert einasta skipti sem við setjum inn mynd, þá þurfum við að muna að setja allt eigindið á hana. Ef þessi mynd hefur eitthvað með kontentið að gera, eins og til dæmis þarna, þá að gera að lýsa bara myndinni. Ég ætla að segja bara hérna, mynd af Wellington steak. Ef að myndin bara eingöngu eitthvað skraut, til dæmis bara einhver border eða eitthvað sem hefur ekkert með efni greinarinnar að gera, þá má allt textin vera bara tómur. Bara svona. Það nóg. Þá fáið þið ekki þessa villu. Við ætlum að hafa þetta svona. Ég ætla að prófa að valida þetta aftur, sjá hvort það sé orðið sáttur við mig. Svona. No errors or warning to show. Allt grænt. Þetta bara fullkomið HTML5 skjal. Þannig að þá þetta bara komið. Í næsta fyrirlestri, í næstu viku, þá pælingin að halda áfram með þetta skjal og fara þá að tala um CSS. Þá ætlum við að nota CSS til þess að gera þetta svona örlítið fallegra kannski, breyta, skipta letur, kannski færa myndina til hægri, setja inn einhverja línur til aðgreiningar og svona gera þetta kannski aðeins svona skemmtilegra í útliti og til þess notum við CSS. En látum við þetta duga í bili. Takk.